Góðan daginn, velkomin aftur. Í dag ætla ég að tala konsept sem ég var kannski aðeins inn á í síðasta myndbandi sem tengist í það sem ég nota kannski orðið trú yfir og tengist í að ekki beint kannski eins og trúarbrögð eru túlkuð sem ég allan hef túlkað þau beint heldur tengist það meira því bara að halda hvernig hlutirnir eru og kannski áður en við byrjum þá minni ég á það að þetta er bara mitt, eitthvað sem ég trúi, eitthvað sem ég held og hvernig ég held að hlutirnir virka en þetta svona hugafar er eitthvað sem hefur gagnast mér mikið þessi að horfa á lífið svona eins og það sem ég er að fara að tala Já, að mínum mati er kannski þegar ég pæli í því þá er þetta svolítið eins og trúarbrögð hvernig að segja það allt sem tengist trúarbrögðum er að mínum mati ekki eins og við köllum það kannski presturinn er að miðla þessu þá þá áttar presturinn sig á því að þetta er bara eitthvað sem hann heldur og ef hann er búinn að gera vinnuna sína rétt þá er hann samt kominn nær einhverjum ákveðnum sannleika það sem ég myndi kalla þá sannleika heldur en aðrir og það tengist að mínum að þetta er svolítið þetta að átta sig á hvað trú er átta sig á því eins og hann vinur okkar Sókrates segir að mínum að svo vel að allt sem ég veit er það ég veit ekkert eða hvernig sem það er nákvæmlega að ég veit ekki neitt það eina sem ég veit er að ég veit ekkert þetta lifir allt í ykkur sem ég held, ykkur sem ég trúi og það sem er svo gagnlegt við þetta mínum að þetta er að ef við lifum frá þessum stað þá tökum við á móti öllu umhverfinu okkar af forvitni en ekki af vissu þannig að ef þá getur kannski komið dæmi að 1 + 1 er 2 það er rosalega skýrt fyrirbæri og það er 1 hérna og 1 hérna og saman verður það 2 en ef ykkur kemur til okkar og segir að það sé ekki þannig þá getum við annarkvort farið í jú, víst 1 + 1 er 2 og það vissulega er hægt að segja það eins og við kallum þetta 2 heima við erum hérna í physical sem við kallum kannski starffræðiheimurinn eða náttúrulögmálana þá meikar það svona logical sense að 1 + 1 er 2 100% en að mínum að þetta er svo gagnlegt að vera með hugafarið að maður veit ekki þannig að eða kemur eitthvað til maður sem segir 1 + 1 er ekki 2 að maður bregðist því sem bara nú, ok og hvað, hvað meinarðu að því að þá erum við opin fyrir að sjá hluti frá þeim stöðum sem hinn er að koma frá hann trúir greinilega að 1 + 1 er ekki 2 ef hann kemur frá þeim stað og hvað er hann að meina hvaðan er hann að koma og þetta er kannski sérstaklega við börn að mínum að það sem ég hef áttað mig á átt eitt barn sjálfur er hvað er mikil viska í börnum frá ákveðnum stað
frá þessum á mínum að andlega stað, þau eru svo mikið ljós þar eins og ég talaði svolítið í síðasta myndbandi, að leið og ég opnaði á þetta og varð opinn fyrir að hlusta á barnið mitt, þá áttaði ég á hvað það var mikill sannleikur í því sem hann var að segja, en auðvitað gat hann ekki tjáða kannski á mjög skýran hátt. En ég man ekki nákvæmlega dæmin, en það var verið svona nokkur dæmi þar sem ég bara verið og áttaði mig á að að það var algjör snilda sem hann var að segja með þessum einföldu orðum sem hann notaði. Og það ein ástæðan fyrir ég gat lært eitthvað af því er að ég tók á móti því sem hann var að segja með opnum hugun, ekki að ég veit betur eins og ég á til að gera, og við að mínum mati svolítið fullorðnir einstaklingar eiga til að gera, því að við erum búin að læra svo mikið í þessum heimi sem er þessi sem ég kalla líkamlega heim, fysikal heim. Við kunnum þennan heim stærðfræðinar og búin að læra hann vel og eitthvað, en við erum búin að týna svolítið andlega heiminum og hvað er í gangi þar, og það sem börnin eru að mínum mati meistararnir, það er það sem þau þekkja, það er heimurinn sem þau þekkja betur en flestir. Og það sem þetta er, þetta hugafarið, þetta state sem maður í þegar maður kemur frá þessum stað, þessum opna stað, það sem við myndum kannski líka geta kallað að hlusta. Þá erum við að hlusta, og einstaklingar sem eru þar eru sem myndi kalla bara búin að læra að hlusta að mörgu leyti kannski, eða orðnir betri í að hlusta, og að mínum mati er það sem kannski við höfum gott af að hafa fleiri þannig einstaklinga í samfélaginu, að ekki vita heldur að vita allt og vera bara að segja sinn sannleika alltaf, heldur auðvitað það líka, það er ekkert að því, það er bara frábært líka að gera það er það sem ég er að gera núna. Og ég ekki meina það að ég hafa eitthvað á móti því, það er frábært að segja sinn sannleika, en alltaf að mínum mati það sem ég geri er að vera frá staðnum að ég er að bíða eftir að eitthvað geti afsannað mína trú, það sem ég held, ég er alltaf að bíða eftir að ég segi minn sannleika og bíða eftir að eitthvað segi eitthvað á móti, því það er það sem ég vil að reyna að eitthvað afsanni það sem ég er búin að finna út, mína trú, það sem ég held, til þess að ég geti áttað mig betur, af því að ég er að reyna að læra og vaksa, það sem er markmiðið mitt, að ég er alltaf nemandi frá ákveðnu sjónarhorni, ef ég segi það þannig, frá, sem ég er gaman að segja, frá mínu sjónarhorni, þá er það eina sem ég get verið, ég get ekki verið kennari. Ég er bara til þess að læra, ef við förum zoomum inn í mig og mitt líf, þá er ég til þess að læra, og allir vita betur. Nota stundum líka það að viðskiptavinurinn har alltaf rétt fyrir sér, að koma svolítið frá þeim stað, þó að það kannski sé ekki besta líkingin alltaf, en mér er gaman að fara þangað líka, að það er svo margir, það er svo mikið af hlutum sem geta lýst, eins og ég tala líka með síðasta myndbandi, það snýst ekki orðin sem ég nota, það snýst orkuna sem er á bakvið, að grípa hana, og það er þar að mínum mati sem kannski sannleikurinn liggur, það er það sem ég er að reyna að segja, það sem ég er að reyna að miðla, það er orkan en ekki orðin beint. En það er einmitt þar sem einmitt, eins og ég er að tala líka börnin, að þau eru bestu nemendurnir, þau læra langhraðast af því að þau eru svo opin, þetta er að mínum mati tengt, þetta liggur á sama svæði,
og þó að við viljum ekki vera það eins og börn á öllu leyti, við getum það ekki, það er það sem kannski er málið, að við erum búin að læra mikið um þennan heim og við missum ekki þann eiginleika og þá hæfni þó að við opnum á börnin í okkur, á forvitnina í okkur, á það að það mínum að stækkar okkur bara, það verður meiri leikur í okkur en það verður ekki samt minni hvað segja, ábyrgð, það verður eiginlega meiri ábyrgð að einhverju leyti en ég ætla kannski ekki að fara út í ábyrgð akkurat í dag en já, þetta er svona hugafar sem ég reyna að tileinka mér og já, ég ætla ekki að hafa þetta eitthvað langt í dag, eitthvað bara held ég ágætt í bili og ef það eru eitthvað spurningar þá er þetta skjóta, það er að gera og annars bara vona ég að vera góðan dag.